Heil og sæl, kæri hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í þætti dagsins þá förum við heldur betur á dýftina. Ég fekk til mín dásamleg hjón sem hafa heldur betur unnið í sér og í sínu sambandi og þau deila alveg ótrúlega einlegan hátt. Erfileikum sem þau hafa gengið í gegnum, hvernig það hafa tekist á við það, hvernig þeir eiga að fatlað barn og bara alls konar. Þannig að ég vona að þið hafi jafn gaman að þessu spjalli og ég. Áður en við vindum okkur í spjalli þá langar mig að sjálfsögðu að þakka mínum kæru samstarfsaðilum sem eru Nettó, Heilsuhillan og Spíran. Og vitið þið hvað? Það er búið að opna fyrir jólabrunch. Það er búið að opna sérst fyrir bókaninnar í jólabrunch Spírunar. Ekki láta það framhjá okkur fara. Better You vörurnar eru vörur mánaðarins, heilsuvörur mánaðarins í október og ég mæli með vegan munnúðanum, með þetta nú sérstaklega í hug þar sem að Guðrún og Árni, viðmælendur mínir í dag, eru vegan, að í þessi munnúða þá færðu bæði B12, þú færðu járn, þú færðu jóð og D-vitamin og þetta er eitthvað sem að almenningi vantar oft líka, ekki bara þeir sem eru vegan. Síðan er það Nettó og ég get ekki mælt meira með samkaupa appinu. Ef þú ert ekki komin með appið, þá skaltu sækja það í kvelli og byrja að spara. Bara takka nú aftur, elsku samstarfsaðilar fyrir að gera mér kleift að halda þessi hlaðvarpi gangandi hverju einustu viku. En þá er bara komið að spjalli dagsins. Hjá mér í dag eru hjónin Árni Björn og Guðrún Ósk og ég hef fylgst með þeim í mörg ár. Við fórum nú meira sér saman eins og á heimsleikana í CrossFit 2011. Já, 11 að 12. Þá nokkuð mörg ár síðan. Og svo er bara gaman að fylgjast með. Það er mikið búið að ganga á í ykkar lífi síðan. Þannig að kannski bara áhugavert að heyra bjóð ykkur bara aðeins að segja frá ykkur kannski bara ykkar bakgrunni fyrst og svo getum við farið svona yfir tímalínuna bara. Er það daminni först eða? Já, Guðrún, þú byrjar. Já, ok. Já, ég heiti Guðrún og minn svona íþróttabakgrunnur og til við byrjum þar kannski er í handbolta og var afreiks kona þar þangað til ég fekk höfuhögg 2018 og var þá svolítið bara kippt undan með fótunum. Handboltin bara búin að vera svolítið mikið lífið. Og þaðan fór ég svolítið svona út í aðrar pælingar, fór að stunda jóga, það var svona eiginlega eina hreyfingin sem ég gat gert. Hafður ekkert gert það áður? Jú, svona aðeins, notaði það kannski einu sinni 2 í viku, var svolítið farin að nota jóga sem svona uppbytun fyrir leiki og fannst það mjög gott. Ég hef alltaf farið svolítið mínar eigin leiðir í uppbytun og öðru. Já, þannig að jóga svolítið tók yfir og þaðan fór ég svolítið meira svona inn í spiritual heiminn, fór að fara á kakóathafnir og já, bara kynnast öðru fólki, öðrum svona lífstíl kannski svolítið heldur en það sem maður hefði verið vanur og fann mig bara svolítið þar og já, hef svolítið bara verið að þróast þaðan. Árni það var aðeins á bremsunni gagnvart þessu fyrst en er svona að koma með mér núna sem er mjög gaman. Já. Annars er ég búin að læra jógakennaran en er svo sem ekki að kenna neitt eins og var að klára líka nuddskólan þannig ég er svolítið að vinna í því er alltaf með nudd af og til heima og svona og svo var ég að starta sánu svona fargufu og er alltaf reglulega með það út á Álftanesi sem búið ógst skemmtilegt og komið svona svolítið gott samfélagi í kringu það sem er mjög gaman. Og svo ertu matvælafræðingur líka? Jú, næringar og matvælafræðingur sem hefur alltaf svona var mikið í því, svo er það svona kannski meira núna bara þjóna okkur í dagstæglegu lífi en langar alveg að tvinna þetta allt svona saman og ég sé fyrir mér í endan þá kemur einhver svona góð heildarmynd á þetta allt saman. Finnst þið kannski þú varst að fókusa á líkamlega heilsuna fyrst og nú er það meira andlega? Já, eflaust sko.
og svo kannski fer þetta einmitt í svona bara hringi og einmitt búin að vera að mæta mikið í ræktinu með Árna núna og finna það að gera mig mjög gott að geta aftur svona byggt upp styrkin það búið að vera mjög gaman. Kekja. En þú Árni? Já, ég heiti Árni Björn og kynnist þér náttúrulega í crossfitinu og með bakgrunn í því, en ég hef svo sem verið eiginlega í íþróttum eða einhvers konar hreyfingu frá því að ég var bara lítill og byrjaði í tennis og spilaði tennis í mörg ár og var margfaldur Íslandsmeistari í yngri flokkum í tennis og byrjaði svo í crossfit og það er svolítið svona, ég myndi segja að það hefur kannski svolítið mótað mig af þeim manni sem ég er í dag, crossfitið. Byrjaði bara að æfa sjálfur og fór svo að þjálfa og var í því í einhver 12-13 ár held ég og hætti í því eða svona ákvað að prófa nýja hluti í COVID-inu. Fekk svona kannski smá leiða og leiði alltaf að vera alltaf atvinnuleys í nokkra mánuði og fá svo að vinna smá og svo atvinnuleys og þannig ég ákvað að prófa eitthvað nýtt og meðan ég var í crossfitinu þá hafði ég lært líka lögfræði þannig ég var með grunn í lögfræði og þegar ég var í meistaranáminu í lögfræði þá heillaðist ég svolítið mikið af fasteignakaupum og fasteignakauparétti, ákvað að læra fasteignasalan. Þannig ég fór úr því að vera crossfit-þjálfari í að vera fasteignasali og starfa sem fasteignasali í dag en er samt sem það er alltaf að hreyfa mig og það er alveg svona rosalega stór partur af því sem ég er, það er bara hreyfing og heilsusamlegur lífstíl og þannig ég er ekki í crossfit í dag en ég er að hvað maður að segja, stunda vaxtarækt eða ég ætla að fara að keppa í vaxtarækt. Ég þarf alltaf að keppa í öllu sem ég geri. Þannig að ég er búin, svo tók svona smá uppeyju þar og fór úr crossfitinu í svona típiskar liftingar og er að stefna því að fara að keppa í apríl á næsta ári. Það er kannski ástæðan fyrir að vera á svona bremsunni að vera í spiritual heiminum. Það er svolítið erfitt að keppast þar. Já, er ekki hægt að keppa í jóga eða? Nei, nákvæmlega. En myndir þú þá segja að þú væri pínu svona all or nothing? Þú fyrir svona all in í það sem þú tekur fyrir hendur? Já, ég fyrir alltaf, ég ger aldrei neitt nema ég fari all in og Guðrún er svona að læra að elska það og hefur ekkert alltaf gert það. En já, algjörlega, mér finnst mjög erfitt með að gera hluti illa. Það er að segja að fara ekki svona alla leið ef ég ætla að gera eitthvað. Frekar þá sleppi ég nánast. Já. Að því þú náttúrulega tókst heldur betur heilsuna í þínar hendur þegar þú byrjar í crossfitinu, þá man ég að þú sagðir sjálfur og það hefði verið bara mikið þingri og bara alls ekki hraustur. Já, þegar ég byrjaði í crossfitinu þá var það bara sem leið til að léttast. Ég var orðinn of þungur eftir ég hætti tennisnum, þá það svona típist gerist hjá mjög mörgum íþróttamönnum að þeir þurfa að ákveða sig svona í kringum tvítugt hvað er að gera, ætla að reyna að halda þess áfram eða fara að gera eitthvað annað og þannig ég tók ákvörðun að hætta í tennis svona kringum 19-20 og þyngdist rosalega mikið í kjölfari, bara fór úr því að vera bara afreks íþróttumæður yfir ég bara gera ekki neitt. Þannig ég þyngdist rosalega mikið á stuttu tímabili og var svo bara að leita mér að einhverju bara hreinlega til að grennast sko og prófaði að fara í bootcamp og prófaði að fara í box en var síðan alveg ástfangin af crossfitinu og bara leiði ég sá árangurinn þar þá var ég bara alveg ástfangin og þá einmitt bara fór ég all in þannig að það var, ég var búin að vera ár eða eitthvað fór úr því að vera bara 130 kíló bolla og yfir að keppa crossfit-leikana á einhverju einu ári. Þannig að það var svolítið skemmtileg vegferð. Ekki. En þið eins og ég spjallaði hans við ykkur áður fórum að taka upp þá hafið þið nú lent í alls konar áskorunum í lífinu og kannski fyrsta stóra var kannski bara þegar þið vegnaðist Halldóru Maríu, dóttur ykkar, er það ekki? Jú, klárlega. Það tók mikið á og hvað eru þið þá gömul? 24 og 5 Já, 25 og var 6 já, og náttúrulega bara að líta tilbaka þá var maður bara barn sko, á þessum tíma og einhvern veginn, mig hafði alltaf dreymt að vera mamma og á meðgöngunni þá einhvern veginn fór ég að lesa bækur fötluð börn ótrúlega skrítið, við vissum ekkert og það var bara eðlileg meðganga og góð fæðing og allt svoleiðis en það var eitthvað kannski innra með mér og á meðan Árni hafi kannski ekki endilega hugsað mikið það að verða pabbi og þannig að sjokkið fyrir hann var kannski meira heldur en mig, ég leiðin sem ég væri kannski bara alveg með þetta samt sko
og eftir núna bara nýlega hefur Árni verið greindur með áfallastreituröskun í tengslum við þennan viðburð sérstaklega og bara, já, mikið sem þarf að afvinda og vinna úr. Það bara með mjög rosalega erfiðan sjúkdóm sem að olli mikilli og erfiðri flógaveiki í byrjun. Alveg fyrstu 2 árum voru mjög erfið og svo núna náttúrulega bara hreyfihömlun, þroskahömlun, það er bara stuðning 24/7 og það er mikið álag að bæði halda utan liðveislur og líka bara þegar þær komast ekki eða við höfum ekki bakka upp þá lendir þetta svolítið á fjölskyldunum alltaf bara. Munið eitthvað eftir þessum tíma, þú veist, þegar hún var að greinast? Eða... Já, við höfum einmitt rætt svolítið það. Þetta er í rosalega mikill móðu og mann er svona, finnst einn sem maður munið þetta rosa vel, en svo þegar maður einhvern veginn fer tilbaka þá er þetta svona ákveðin svona key moment sem er alveg svona grift í minnið, en síðan þessa milli einhvern veginn var þetta bara svona hálfgerð þoka, sko. Þetta var, og svona eftir á hyggja var þetta ótrúlega erfið tímabil, en maður bara einhvern veginn trukkaði þetta áfram af því að það var ekkert annað í stöðunni. Þannig að, þú veist, hún fæddist og eftir nokkra klukkutíma þá kom í ljós að það var eitthvað skrítið í gangi og þeir tóku eftir að hún væri að floga og þá var hún bara tekin á okkur beintinn á vökudeild og við sáum hann ekki í einhvern smá tíma og maður bara vissi ekki neitt og ótrúlega svona sérstök tilfinning að þegar maður einhvern veginn átta sig á því bara mörgum árum seinna hvað þetta var sjúklega erfitt, en maður bara leyfði sér ekki einhvern veginn að upplifa þær tilfinningar þá af því að maður var svo mikið bara í svona fight or flight að reyna bara bjargöllu. Þannig að einhvern veginn svona áföllin allavega eins og fyrir mig komi eða bara mörgum árum seinna, þannig séð. Ég var bara svona hálfgerði afneitun fyrst að það væri eitthvað að hrjá mig, þannig séð. Hvernig gengur með hana í dag? Það gengur rosalega vel. Hún er yfirleitt ótrúlega glöð stelpa og það er bara elskar að fara í skóla, hann er í klettaskóla fyrir föllubönn og það er bara dásamlegt, sko. Og gengur vel með liðvislur, fyrir alveg með gott heimi núna. Þið þurftu svolítið að berjast fyrir þessu fyrst, eða ekki? Jú, algjörlega, við fengum eiginlega engan stuðning fyrir hún var bara 6 ára. Já, þá einhvern veginn er eins og það einhvern veginn kick in bara að það sé ekki öll ábyrgðin bara á foreldrum þó að hún alltaf þurfti miklu meiri og öðru sumun heldur en önnur 0 til 6 ára börn þurftu. En svona, já, það hefur hægt og síðandi bæst í stuðningin og núna loksins erum við nánast komið með fullan stuðning fyrir hana. En nú fer eiginlega dett í það að stundum þurfa að vera 2 eða 2 með hana. Það er bara mikið líkamleg vinna að vera með hana, hjálpa henni að færa sig til og svona. En, já. Hvernig áhrif hefur það á samband að þú veist, eignast barn með svona krefjandi þarfir? Gleymir maður sjálfum sér, gleymir maður sambandinu? Við tölum alltaf ráðin sem við fengum frá Vigfúsi Bjarna, presta á barnaspítalanum. Hann sagði okkur að lifa lífinu eins eðlilega og við gætum. Það er nú fallegt að fá það strax. Já, það var bara mjög dýrmætt og við tókum þetta alveg mjög mikið til okkar og vorum alveg duglega bara að biðja aðstoð, þannig sé, sko, svona fjölskylduna og auðveldara þegar hún var lítil og höfum reynt að gera bara flest, en auðvitað er þetta mikið álag og við höfum alveg gengið í gegnum upp og niður varðandi þetta og bara margt annað og það var kannski svolítið í kringum höfuðhöggi sem að svona, við fórum að fá meiri stuðning og því að það var náttúrulega bara einn að sjá hana og því ég gat voða lítið syndinni. Getur þú sagt okkur hans kannski frá höfuðhögginu, hvað gerðist og hvernig eftirmálandi voru? Já, ég var markmaður í handbolta og hafði náttúrulega fengið ótal höfuðhögg, boltan í höfuði, klestastöngina og alls konar fram á þessu, en það var þetta eina skot sem að setti bara striki í reikningin og svo læknarnir hafa nú talað að það hefur líka tengst væntanlega svefnleysi í kringum umönnun í kringum Halldóru og bara allt þetta saman. Það var bara dropinn sem fyllti mælinn. Já,
og í kjölfarið þá bara ég get ekki haft kveikt ljósin, ég get ekki hlusta á tónlist, ekki horft á sjónvarp. Ég fekk flogakast sem olli þess að ég misti bílpróf í 3 mánuði sem mikið áfall fyrir okkur líka og já, tók bara, gat ekkert æft, ekki fyllt eftir hreyfingum, þetta var bara setti, mikið strikk í okkar líf og erfitt fyrir bæði mig og Árna að ég var bara heima, gat ekkert gert, þannig að hann fór mikið álag yfir Árna á þessum tímapunkti og hann eins og hann þá hann svona go-getter og fór strax bara í það að fá meiri aðstoð sem var erfitt fyrir mig. Mér hefur alltaf fundist erfitt að láta Halldór í hendunar á öðru fólki en Árni sá og vissi að þetta væri algjörlega til hins betra og það hefur verið það bæði fyrir okkur sem hjónpar og líka fyrir Halldóru að fá bara að upplifa sín tækifæri að fara út og leika og ekki bara endalaust hanga með mamma og pappa. Sko mér finnst nefnilega einhvern veginn þið hafa alltaf verið svolítið til fyrirmyndar með þetta eins og þið voru að tala og þessi ráð sem þið fengu frá Vigfús Bjarna. Þið hafið alltaf, eins og þú hélst áfram í handboltanum, þú hélst áfram í crossfitinu og svona, og þið héldu kannski styrt þetta líka bara sambandið á endanum. Já, algjörlega og við náttúrulega bara tókum þessu ráði mjög alvarlega og héldum áfram eins og við gátum og það voru alveg tímabil þar sem að bara, við vorum upp á barnaspítala og Guðrún hoppaði á æfingu og kom tilbaka og þá hoppaði ég á æfingu og kom tilbaka og þú veist, þannig að við bara einhvern veginn héldum áfram og það kom aldrei neitt annað til greina og svona eftir að hyggja þá sér maður hvað við græddum alveg rosalega mikið á því að, þú veist, að hafa haldið áfram í hreyfingu og vera að styrkja okkur og þú veist, að því að þetta er líkamlega mjög erfitt en þarna kannski það sem satt svona eins og hakanum var kannski, þú veist, andlegu málefnin, andlega hliðin ég allavega persónulega þá var ég ekkert mikið að vinna í því á þeim tíma og var miklu meira bara að fara á æfingar og taldi svona að það var í mín sálfræði aðstóð að svona dreifa hugunum og kúpla mig út en síðan fattaði ég það síðan seinna meir kannski örugglega 2-3 árum eftir ég hætti crossfituna að ég var ekkert að vinna í neinu, ég var bara að flýja þannig sér raunveruleikann í smá stund, maður var bara að setja þetta til hliðar og fór á æfingu og kom síðan heim tilbaka aðeins ferskari en náttúrulega öll vandamálin ennþá til staðar og lífið heldur áfram en klárlega það sem spilaði mikið inn í var að við vorum alltaf að hreyfa okkur og vorum heilsuhraust og það hefur komið okkur rosalega langt af því að það er mjög algengt að foreldrar langverkra barna þeir bara hreinlega endi í burnouti eða kulnun eða hvað sem er og bara eiga líkamlega erfitt og andlega erfitt og allt það þannig að maður þarf að alveg svona ekstra mikið að passa upp á sjálfan sig af því að eins og maður segir alltaf maður þarf að setja súrefnisskrimina fyrst á sjálfan sig áður en maður setur á barnið eða einhvern annan af því að ef við erum ekki í toppformi þá erum við ekki stakk búin að aðstoða Halldóru Maríu og hinn börnin okkar þannig að við höfum alltaf haft það svona bak við eyrað. Já, svo eignustu 2 litla gullmúla í viðbót. Já, það búið að vera stuð. 4 á heimilinu. Já. Veitu, hvað eru börnin þá gömul í dag? Halldóra er 11 ára og Arnaldur miðjan er 4 og svo er Rafael 2 ára. Já, það er mikil stemming hjá okkur alveg frá 5 á mótnana. Framöftið. Þetta er morgunhennar. Já, algjörður. En hérna, ég spyr alla sem koma til mín, hvað er heilsa fyrir þér? Og hérna, mér langar að byrja að svara sér hverju leið. Vilt þú kannski byrja núna, Árni? Já, sko, ég myndi segja að heilsa fyrir mér sé það að vera í þannig ástandi, bæði líkamlega og andlega, að þú getur svolítið gert það sem þú vilt. Að þú getur, ef þú viljir, fara út að hlaupa, þú getur farið að synda, farið á æfingu, þú getur lyft upp barninu þínu, þú getur lyft upp konunni þinni og þú getur ferðast og svona vera bara á þeim stað í lífinu að þú sért svona nokkuð frjáls að því leitinu til að ef þið langar að gera eitthvað þá getur þú gert það. Auðvitað náttúrulega spilar ýmislegt inn í eins og fjármál og annað en líka bara það er partur af því að lifa heilsusamlegu lífi er svona vera með þessa hluti svolítið á hreinu. Já, fyrir mér er heilsa svolítið líka tengd innri
svona innri vernuðinni að treysta á innsæðið þitt og hlusta á litlu skilabóðum frá líkamannum og vera tengd því og já, kannski bara kunna vel á sjálft sig og geta þannig spilað úr lífinu þannig að mann líður sem best. Haldið þið hefði svarað þessu allt öðru sig fyrir kannski 20 árum? Já, ég held að. Já. Já, alveg örugglega. Hvað hefur breyst mest? Þú veist, hvað það sem hefur gert ykkur af þeim sem þið eru í dag? Ég held að, við erum ekki lengur að þjösnast eða þjást þegar við erum svona að huga heilsunni. Heldur erum við meira að gera til að líða vel og já, ég held að. Já, algjörlega og þarna þetta er svolítið bara hvað á maður að segja allavega það sem að breytist mest hjá mér kannski er að ekki endilega svona líkamlega parturinn ég hef svona síðustu 20 árin næstu 15-20 árin ef ég verið í ágætlega góðu líkamlega formi en eftir að ég fór allavega sjálfur að vinna í svona andlegu hliðinni þá allavega breyttist ég mikið til muna Guðrún hefur einhvern veginn alltaf í gegnum tíðina verið rosalega svona tengd sjálfri sér og miklu betri að fylgja sínu innsæi og svona á auðveldara með að hvað segir maður, svona jartengja sig á meðan að ég var svolítið mikið í svona hörkunni að bara keyra og ég man þegar hún svona fór út í meira þetta eins og hún kallar að spiritual heiminn þá var ég ekki alveg að tengja við það því að mér fannst einhvern veginn ekkert endilega vera þörf á því ég hafði aldrei íhuga það að þurfi einhverja hjálp ég hafði aldrei dottið í hug að ræða við sálfræðing samt sem áður búin að eiga langveikt og falla barn og aldrei bara dottið í hug og það var ekki fyrir en að við Guðrún fórum saman til sálfræðings og ég var ekkert að fara einhvern veginn að vinna í mér þannig séð, við vorum að fara saman bara í svona hjónabandsráðgjöf bara til að einhvern veginn hjálpa okkur með sambandið þó svo hefum ekkert verið neitt á hræðilegum stað eða þannig og það var það sem að sálfræðingur segir sér við mig að hún telli mig vera með áfallastreituröskun og setti mig eitthvað svona próf og ég náttúrulega kem svona svolítið af fjöllum en svona eftir áhyggja þá meikaði þetta allt saman sens og það var svona kveikjan af því að ég fór virkilega svona að vinna í mér og svona andlegri heilsu og núna búin að vera í alveg nokkur ár bara konstantli að hitta sálfræðing reyndar orðið miklu lengra milli núna, ég fær svona af og til og hérna meira að hugleiða, meira að reyna að vera svona í núinu eins og maður hérna orðar það og það hefur alveg gjörbreytt mér, ég er alveg svona mjög breyttur maður núna versus kannski fyrir 4-5 ára síðan en það er út af einmitt þessari vegferð, myndi ég segja sem að Guðrún hefur rosalega mikið hjálpa mér með að því að einhvern veginn kemur svona meira náttúrulega fyrir hana ég þarf aðeins meira að hafa fyrir þessu en hérna ég samt sem aður yfirleitt frekar fljótur að læra Mjög fljótur að læra, eiginlega stundum óþólandi fljótur að læra þegar við reynum að nota svona respectful parenting og líka bara nota það gagnvart hvort öðru að þú veist tala þannig að við séum að hlusta og ekki bara vera að hugsa hvað maður ætlar að segja bregðast við og Árni er ekkert eðlilega góður í þessu og heyrir svo nákvæmlega það sem maður er að segja og kemur tilbaka alltaf með svo gott öryggi og það er stundum erfitt fyrir mig að ná ekki að svara í sömu mynd hann kannski býst við að fá það sama frá mér til sín en ég er líka að læra og það er gaman að við séum að læra þetta saman og styrkja hvort annað. Þið eru gott heimi. Já, við erum alltaf að komast betur og betur að því að við erum bara mjög gott heimi. Drægi bara fram það besta í hvort öðru augljóslega. Já, en erum líka bara ótrúlega til í að horfa saman á skuggahliðarnar okkar og taka á móti þeim og vinna með það. Ekkert endilega eitthvað sem við viljum eyða og því að skuggarnar okkar eru líka bara það sem gerir okkur að okkur heldur bara að sjá það og viðurkenna það og vita að það er þarna og að það komi að það sé ekki persónlegt gagnvart hvort öðru þegar það kemur upp heldur bara eitthvað sem situr í okkur og má koma upp
Nú hafið þið verið svolítið duglega á Instagram að deila alls konar bara vitneskju og ég hef tekið eftir því deila oft svona, þú veist, þau setja svolítið ensku eða ekki, þú veist, 3 hlutir sem að, þú veist, góði foreldrar gera eða til þess að bæta sambandi eitthvað svona. Er eitthvað svona sérstök ráð sem að ykkur dettur akkurat í hug núna sem getur verið bara tengt sambandi, þú veist, hvað getur fólk gert svona til að styrkja sambandi sitt og hjónaheilsuna eða Sko, allavega í okkar tilfelli þá breyttist sambandi rosalega mikið þegar við bara fórum að tala virkilega saman. Þegar við gáum okkur tíma til þess að setjast niður og tala um eitthvað annað en bara hvað á að vera í nesti og morgun hjá fyrir krakkana og hvað á að vera í kvöldmatinn og eitthvað svoleiðis. Það er svo ótrúlega auðvelt þegar maður er bara komin í svona þennan fjölskyldu gýr, núna eigum við 3 börn og það er svo rosalega auðvelt að detta bara í eitthvað svona far þar sem maður er einhvern veginn orðið bara meira svona næstu vinnufélagar og þetta er bara fyrirtæki sem maður er að reka. Þegar við föttuðum bara hvað bara maður slettir communication er bara algjört key og við erum bara svona komin á þann stað núna með sambandið okkar að það er bara svona 100% gagnkvæmt traust og við getum sagt bara hvað sem er, hvenær sem er við hvort annað án þess að annar fari í vörn eða eitthvað svoleiðis, heldur bara vitum við það allt sem við segjum og gerum við af ást og stundum er það erfitt, stundum er það auðvelt en bara þetta að geta sest niður og rætt bara tilfinningar, langanir, bara hvað þarf ég, hvað þarf ég ekki, hvað vil ég meira af, hvað vil ég minna af og svona þessi hlutir og geta bara talað þetta voðalega opinskátt er rosalega frelsandi að það sé ekkert, þú getur alltaf bara treyst á það að við séum ekki að fara að dæma hvort annað en eitt svoleiðis, heldur tökum við bara því sem við heyrum og reynum að bara svona acknowledgea tilfinningar hvers annars og vinnum þannig úr hlutunum. Það er búið að vera svolítið svona búið að vera svolítið svona boost fyrir sambandið okkar, myndi ég segja. Samskipti og traust. Já, algjörlega og þú veist, það er alveg erfitt að taka þetta skref og það er kannski eitthvað sem er búið að vera inn í manni í mörg ár og maður hefur ekki viljað segja eða viðkenna eða biðja að vita ekki hvernig viðbröðin verða og kannski búast við að finna fyrir skömm eða fá tilbaka einhverja reiði eða vonsvikni eða hvað sem það er en þetta sálfræðingur sem vann með okkur í hjónabandsráðgjöfinni, hún svolítið leitt okkur líka áfram í þetta og það er gott að sitja með einhverjum hlutlausum sem getur bara svona herðu öndum hér þú veist og bara hvað meinar með þessu og svona leitt okkur áfram í þessum samtölum sem gerði það verkum að við svo gátum bara tekið það upp heima og haldið áfram með samræðnar eða svo núna þegar við hætt í þessari ráðgjöf þannig séð að bara gert þetta heima. Við tökum okkur bara tíma á kannski miðvikudagsmorgni eða föstudagsmorgni þar sem við skutlum krökkunum í leikskólan og svo bara setjumst við niður og búum til öruggt rými og bjóðum hvort öðru að segja þú veist, sínar skoðanir eða hvað sem brennur á okkur. Þannig að já, ég held að það sé ótrúlega stór partur af því að við séum komin í þetta fullkomna traust. Finnst ykkur þið vera út fyrir kassan? Íslendingar svo mikið hjarðhægðun og leið og einhver gerir eitthvað öðruvísi, þá vekur það svo mikla athygli. Hafið þið tekið eftir því? Já, við höfum tekið eftir því. Og hvernig viðbröð er það að fá? Þú veist, eins og nú hafið þið verið að sýna svolítið nekt og svona, þú veist, á Instagram. Er fólk eitthvað að kommenta? Já. En þú veist, það er bæði gott og svona íhaldsamt. Þú veist, það eru mörg sem komið til okkur að segja að við séum að hafa jákvæð áhrif í lífið þeirra, að þau séu að tala öðru sig við makan sinn eða börnin sín eða hvað sem en svo eru líka önnur sem að skilja ekkert í þessu. Bara af hverju þurfum við að deila öllu sem að kemur upp í hausinu okkur en það er einhvern veginn bara þannig sem við höfum litið á þetta að reyna bara að deila okkar því að það sem er að gerast í lífinu hverju sinni og ekki vera með einhvern filter langar bara að sýna frá öllu og vonast til þess að
það hafi jákvæð áhrif á einhver. En má ég forvitnast af hverju, finnst ykkur svona að deila þessari nekt? Þú veist, hvað er svona, er einhver innri löngun eða þrá eða hver eru svona skilabóðin sem þið viljið koma út? Sko, mér hefur alltaf liðið rosalega vel í mínum einlíkama. Verið náttúrubarn og veist, að maður myndir af mér þegar ég var lítil, þá var ég bara allsbyrð út í náttúrunni, veist, á stígvélum með eitthvað að hlaupa í grasinu og mér hefur alltaf fundist ég tengjast bara betur ef ég bara algjörlega mér finnst þetta svona einlægari einhvern veginn og fötin eru náttúrulega líka bara partur af einhverju sjálfi, veist, við klæðum okkur eins og við viljum sýna okkur fyrir heiminum en þegar maður bara nakin þá það einhvern svona einlægni og nánd við bæði sjálfan sig og önnur en Árni er kannski ekki alveg á sömu plassi og ég hef alltaf verið en... Nei, ég kannski svona ólíkt Guðrúnu hef ekkert alltaf verið svona sáttur í eigin skinni. Ég hef alveg bara í gegnum það sem ég hef gengið í gegnum að vera rosa þungur og vera síðan rosalega massaður og skorinn og vera í keppnisformi og maður einhvern veginn er með svo brenglaða ímynd, mínar hetjur þegar ég er alveg stöppur Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone og allir þessir kappar, þannig að maður er með svona rosa svona brenglaða ímyndum hvað er, hvernig allavega kallmanns líkamenn á að líta út og maður er alltaf að reyna að keppast við að verða eitthvað sem að maður kannski verður aldrei, verður kannski óraunhæft og þetta er búið að vera svona áralöng barátta hjá mér og er svona loksins komin á þann stað í dag að þetta skiptir mig ekkert eins miklu máli, ég er með mín slit á líkamannum og ég er með maður er með lafandi húð hér og þar og þetta er svona bara, líkaminn er bara partur af okkur og hann þjónar sínum tilgangi og þetta, inn í end skiptir þetta ekki neinu máli og þarna, við endum öll á sama staðnum og það er, ofan í jörðinni eða skilur, whatever, þannig að, en ég svona er að þarna, læra bara svona einhvern veginn að elska sjálfum mig bara eins og ég er á hverjum tímapunkti og svolítið fyndi að á þeim tíma sem ég er að læra það þá ákvað ég að fara að keppa í vaxtarækt sem að make ekkert sense en mér finnst líka bara gaman að challenge sjálf mig og sjá hvað ég get og þannig að fyrir mér hefur þetta verið svolítið svona frelsandi líka bara út á við og talandi að deila hlutum, við erum ekki að þannig sé selja neitt á samfélagsmiðlum, við erum ekki með neinn, við erum ekki að auglýsa neitt eða þannig við erum ekki með brjála fylgja, okkur sjálfum finnst gaman að fylgjast með öðrum og okkur finnst gaman að deila því sem við erum að gera og frábært ef einhver tekur eitthvað út í og það hjálpar þeim, ef ekki þá bara so be it og fólk bara heldur áfram að skrolla og nekt er kannski bara svolítið svona partur af okkar lífi, við erum bara komin á þann stað og okkur líður vel í einskinni, okkur finnst báðum ótrúlega fáralegt hvað að búa eða svona kynngera nekt mikið, það má ekki neitt, það er allt bannað og svo mikið tabú og búið að einhvern veginn gera líkamann sem er bara gjörsamlega fáralegt og þannig að, já, við erum oft stundum bara, svona já, við erum rosa öðruvísi og við erum ekkert endilega að reyna að challenge eitthvað normið, heldur erum við bara að vera við sjálf og það getur stuðað fólk. Stundum er það bara innra með fólki að það sjálft kannski líður eins og það get ekki verið sín svona, hvað segir maður, svona, já, getur ekki verið kannski sitt sanna sjálft og þá stuðar það, en svo veit maður ekki. Við allavega lifum svolítið bara eftir þeirri lífsbyggja að það á ekkert að vera neitt með filter og við bara deilum því sem við viljum deila og hikjum ekkert við það nema Instagram banni postan okkar því að það sést í hálfa geirvörtu eða eitthvað svoleiðis. Já, hafa verið teknir út postar eða? Já. Það hefur gerst. En svo finnst mér líka bara mikilvægt eins og gagnvart börnunum okkar að þau sjáu bara venjulega líkama og það sé engin skömm, við tölum aldrei eitthvað ég er feit eða ég þarf að gera þetta, fara í ræktinu og til borðaði köku eða eitthvað svona, þetta bara heyrist ekki okkar heimili og ég held að það sé svona alveg mikil svona sérstaklega kannski chain breaker í átnafjörskyldu og mér finnst það bara ótrúlega dýrmætt að fá að vera sú fyrirmynd fyrir börnum mín. Ég fór einhvern tímann í næringarþjálfun til þín fyrir mörgum árum að þú skildir Árna því að ég var eins, eða skilurðu? Það var eitthvað svona, þetta er ekki eins auðvilt fyrir alla. Nei, einmitt.
og það hefur svolítið verið mikill lærdómi fyrir mig sko, því að þetta kemur svo ótrúlega auðveldlega fyrir mig að bara borða holt ef ég fæ mér nammi þá fæ ég mér 2-3 og svo er ég bara ég get ekki sykur, ég ætla að bara hlusta á líkamann en að fá að upplifa þetta í gegnum önnur og læra þannig bara einmitt samkennd að sjá hversu mikið vinna sem þurfa að leggja inn allavega til að byrja með en svo einhvern veginn hjá allavega sumum svona smellur þetta. Það kemur ljósi per mómenta sem þú finnur að þú ert ekki að veluna þig með því að borða sætindi, þá ertu að vinna gegn þér og þú færst frekar að fá þér eitthvað holt, næringaríkt þegar þú vilt gera vel við þig, skilur. En eru þið ennþá vegan? Við erum vegan, já. Vegan. Og búin að vera það í tæp 7 ára örugglega. Já. Einhvern veginn bara fundum okkur svolítið þar og líður bara rosalega vel. Var það heilsu með ákvörðun eða var það dýravernd? Það var dýraverndin, fyrst og fremst. Ég fór í heimsókn í svínasláturhús á Íslandi, eitt stærsta svínasláturhúsið og það bara var ekki aftur snúið fyrir mig sko. Og ég hefði í rauninni ekkert heyrt mikið um veganisma en bara eftir þessa heimsókn þá fór ég bara all in. Já, þið hefði ekkert vilja vera grænmetisætur frekar en vegan eða? Nei, við bara sáum strax þjáninguna og allt sem þennan hrylling sem fylgir þessu sko. Já. Varst þú alveg strax sammála þessu átni eða? Nei, það tók mér svona aðeins lengri tíma og ég var kannski ekki alveg eins svona upplýstur og Guðrún en ég var kannski nokkrum mánuðum eftir henni þar sem ég var bara komin á bátinn og það var einfallega bara af því að hún opnaði kannski svona augum mín fyrir bara matvæla iðnanum, þessari fjöldaframleiðslu á dýraafurðum og hvað það getur verið ógeðslegt. Svo horfðum við á nokkrar heimildarmyndir og þetta einhvern veginn bara svona allavega okkur líður þannig að bara þegar maður sér þetta, þegar maður búin að taka svona blindfoldið af augunum og maður sér hvað í gangi í þessum iðnaði, að þá eiginlega ekkert aftur snúið og við kannski svona fyrst vorum við svolítið svona kannski dómhörð á aðra og skildum ekki, af hverju ekki allir bara vegan en svona í dag þá erum við einhvern veginn, við bara gerum okkar og aðrir gera sitt, skilur, og maður dæmir engan en auðvitað myndi maður óska þess að fleiri myndi kannski ekkert endilega vera vegan heldur bara svona adopta þessa hugsun að svona huga aðeins að einmitt þessum siðferðislegu sjónum með þessari dýravelferð og svo hefur þetta líka góða heilsusamlega kosti og fyrir umhverfið alltaf þannig að, en mér finnst svona alveg umræðan svona almennt heilt yfir svolítið að fara í þessa áttina að tala að minnka rautt kjöt og þess áttar þannig að ég myndi ekki kalla okkur einhverja vegan aktivista eða eitthvað þannig en þó svo maður hafa alveg skoðun á þessu og alltaf en eitt sem að ég hef bara lært á þessum árin sem við höfum verið vegan að þú getur ekki sagt neinum að vera vegan, það er ekki hægt fólk þarf að finna það innra með sér og ef það gerir það þá bara æðislegt, ef ekki þá bara er það þannig og það er bara eins og með svo margt annað en við allavega miðað við það sem við vitum og það sem við höfum lært þá líður okkur best. Haldið þið verðið bara út á æfina eða sjáu þið fyrir ykkur að það geti breyst? Nei, ég hugsa að við verðum bara vegan út á æfina. Já. Þið hefur aldrei áttu vandamálum að fá öll næringarefni, vítamínstefnefni og allt? Nei, við borðum frekar fjölbreytt og erum náttúrulega bara með góðan grunn hjá mér í næringafræði og matarfræði þannig að ég hugsa að við fáum flest sko og líður bara vel. Já og ég fer reglulega í blóðpröfur og bara alltaf öll gildi mjög góð og það er ekkert út á neitt að setja. Ég tek D-vítamín eins og reyndar allir ættu að gera og svona af og til tek ég B12 vítamín. Það er svona talað að það sé sniðugt en ég hef aldrei verið lágur í því að neitt svoleiðis, held ekki. En það er svona, það er eina sem að maður finnur eitthvað fyrir. Já, ég tek sjálf vegan munn úr það, þó ég sé ekki vegan. Já. En það er að því að þetta eru efni sem mann vantar oft, D-vítamín, B12 og jóð. Já. Og svo er eitthvað eitt enn. En það er rosa snið. Hafið þið prófað? Já, við höfum notað það stundum. Strákunum finnst það líka skemmtilegt. Já, já, sama hjá mér þegar ég fór í þessi blóðpröfur á meðgöngunni, játnum mitt var bara fínt og allt í góðu gildi, sko. Þannig að við höfum ekki fundið neinum fyrir skorti. Má ég forvitna svona hvað borðið til dæmis í morgumat? Þegar nú er ég svo mikið eggjakona og svona og mjólkuvörur, þannig að ég finnst erfitt persónulega að breyta
því? Þú veist, hvað, eða bara einn dagur, svona dæmi? Já, við erum mikið að vinna með svona sojajógurt, það er komin rosa flottir hérna valmöguleika þar og músli og möndlismjör og ávistir út af fyrir mig allavega og próteinshake fyrir átna. Já, ég er rosalega svona einfaldur maður þegar kemur að næringu. Einhvern veginn, bara ég geti borðað havragraut hvern einasta morgun, þannig að ég fæ mér yfirleitt havragraut með þarna bláberjum, frosnum bláberjum út í, set nokkra stevíudropa, stundum set ég, þú veist, próteinduft út á, stundum fæ ég mér próteinshake og þú veist, það er margir sem er eitthvað svona halda að þegar maður er vegan þá fá maður ekki próteini sitt, en þú veist, ég drakk próteinshake áður en ég varð vegan þegar ég var í CrossFitinu 1 eða 2 dag og ég gera það enn þann dag í dag, þú veist, þannig að ég er alltaf að ná minni próteinþörf. Já, bara þá í jurtaprótein, píprótein. Já, og þarna ég reyni yfirleitt að fá mér ekki fleiri en kannski 1 á dag, þannig ég fæ mér 1 próteinshake á dag og restin kemur síðan bara úr því sem við borðum, sko. Og mjög mikið þarna kemur þetta náttúrulega, próteini kemur úr baunum, þú veist, stundum er það bara hreinar baunir, stundum er það, þú veist, eins og umf sem er bara, þú veist, bara svona concentrated bauna duft basically. Já. Svo bara borðum við rosa mikið grænmeti og ávöxtum og þú veist, grófum trefjum og þess að það, sko. Eru börnin líka vegan? Já, strákunin er alveg vegan, Halldóra hún borðar fisk. Það er ofta erfitt að koma einhverju matun í hana og það þarf að stappa allt og hún fílar ekki svona margar áferðir, þannig að við hefum haldið því inni hjá henni. Og þú veist, við erum bara að vinna með venjulegan heimilsmat, þú veist, lasagna, salat, vefjur, hamburgara og bara allt þetta venjulega, sko. Já. Þannig að þetta er ekkert flókið. Þannig sé, sko. Ekki mér voru vanur. Já. En kannski fyrir þá sem eru vanir uppistaða fæðunar er. Já, þetta er bara svona nokkur lykil hráefni sem þarf að skipta út. Annars er náttúrulega margt í fæðu þeim sem borða hefðbundi mataræði er náttúrulega vegan. Bara allt grammiti, brauð, hummus, allt þetta er náttúrulega bara náttúrulega vegan. Þannig að það er svona bara, nokkur lykil hráefni sem þarf að skipta út. Já, ég myndi segja að við kannski tekið okkur svona, það var kannski erfitt transition í svona hálft ár. Þegar maður var svolítið bara svona að læra, bara byrju hvað getur ég notað í staðinn fyrir smjör, hvað getur ég notað í staðinn fyrir ost, hvað getur ég notað í staðinn fyrir kjúkling og svo bara svona, þú veist, mallar það inn og núna bara tökum ekki eftir, við bara löpum inn í krónuna og vitum nákvæmlega hvaða mat við verslum og það er ekkert að spá í einu. En ég get alveg ímynda mér að ef einhver ætlar bara, þú veist, smetla fingri og vera vegan yfir nóttu, þá geti það orðið pínu overwhelming, en þarna, þetta er bara sem með allt annað, þú ætlar að, þú veist, taka upp nýjan lífstíl, hvort sem það er, þú veist, mataræði, hreyfing, whatever, þá er alltaf pínu erfitt transition. Einmitt. Sko, þeir eru búin að segja að þeir eru duglega að hreyfa ykkur og þeir greinlega borðið mjög hollan mat. Hvað gerir þið annars svona til að huga að heilsun ykkar? Við tökum svona tarnir í að stunda sjóböð, finnst það mjög gott, kæla. Við förum reglulega í sánu, sem okkur finnst mjög gott, bæði infrarauða eigum við heima og svo í sánu sess hjá mér. Við erum rosa duglega fyrir sund, finnst það æðislegt með krökkunum og við tvö bara. Reglulega hugleiðum við saman, reflektum á lífið og fáum okkur yfirleitt alltaf ljúfan kakóbolla á morgnana þar sem við deilum, til dæmis nefnum við eitthvað eitt sem okkur langar að þiggja yfir daginn og eitt sem okkur langar að gefa. Getur verið gagnvart hvort öðru eða út af við bara í því sem við erum að fara að gera yfir daginn. Þannig að þetta er eitthvað fleiri hjóði. Kannski, ég myndi segja að þarna allar sundferðina sem við förum í er rosalega góða fyrir okkur og þarna, ég elska persónulega að fara í sund af því að það er einhvern veginn eiginlega eini tíminn þar sem ég er bara gjörsamlega stikkfrí frá símanum og vinnu. Þú ert ekkert að tjekka á tölvupósti eða Instagram eða neitt þegar þú ert í sundi. Þannig að ég dýrka bæði að fara með krökkunum og bara leyfa þeim að þarna æslast þar eða fara bara við tvö, geta farið í heitabottin og sánu og þess og þar. Og síðan þessar svona litlu kakóserimóníur sem við tökum oft á morgnana, þá oft við náttúrulega forrétt þetta staða að vera í þannig vinnum að við getum svolítið stýrt tímanum okkur sjálf en oft skuttlum við krökkunum í skólan og
komum svo aftur heim og náum að græða okkur kakóbolla og setjast niður stundum 5 mínútur, stundum 30 mínútur, stundum 5 klukkutímar. Það sem við erum bara að tala saman og aðeins svona, þú veist, leyfa okkur að viðra ákveðin málefni, þú veist, hvað brennur okkur í hjarta og hvað okkur langar að gefa og hvað okkur langar að þykja og síðan, þú veist, það sem heldur okkur í líka, þú veist, mjög líkanlega góðu formir. Við stundum mjög mikið kynlíf. Það er heljarinnar kardió. Þannig að það heldur hjartanu góðu og heldur sambandinu góðu. Já, þið settu eitthvað svona á Instagram, eitthvað svona þrennt sem að geti bætt kynlífið. Viljið deila því kannski með fólki? Ég man ekki nákvæmlega hvað það var. Nei, ok, ekki heldur. Það hefur örugglega verið á þá leiðin að tala betur saman. Communication is lubrication, eins og að segja. Og einmitt, tjá bara langanir. Bara það er svona, ég held að sé alveg algengt að fólk svona sé kannski pínu feimið þegar kemur að kynlífi og kannski hafi svona ákveðna ranghugmyndir. Og við höfum bæði svona aðeins lesið tantrafræðina og þess áttar og höfum svona aðeins kannski opnað huga okkar þegar kemur að þessum hlutum og einmitt bara að svona leyfa sér að ræða þessa hluti opinskátt og þarf ekki að vera einhver svona feimni bakvið það allavega hefur gert mjög mikið fyrir okkur. Já, og leyfaði bara að vera alls konar, þú veist, stundum hægt og sensual og stundum bara eitthvað allt annað og það er svona heldur fjölbreytni og skemmtilegt og einmitt bara mismunandi tengingar sem koma upp í hvers skipti. En fyrst, hefur það alltaf verið svona síðan byrjuð saman eða hefur þið bara þroskast saman og þetta er bara vera betra og betra eða? Klárlega alveg gott frá upphafi en alveg síðustu ár bara mikil framför. Og er það samskiptin, myndið þið segja? Já, og bara hvernig við sjáum hvort annað og leyfum hvort öðru að vera bara nákvæmlega allt sem við erum og allt sem við erum ekki. Það er, já, engin sest í neitt dómarsæti eða tala niður til hvers annars eða finnst eitthvað asnalegt eða óþarfi að nefna þetta eða gera þetta. Bara reynum að vera alltaf já í staðinn fyrir að íta einhverja bremsur. Og líka bara, þá er þetta bara spurning fræðslu. Þú veist, það er enginn sem kennir þér hvernig á að stunda kynlíf eða það er engin rétt leið, skilur, og margir strákar, ég veit allavega svona mín kynslóð, maður einhvern veginn, það var svona, interneti var að komast á flug og þú veist, þetta var svona fyrsta kynslóðin sem að kannski upplifir, þú veist, klám bara, getur bara komist í klám hvenær sem er og hvar sem er og maður, þú veist, lærir innan gæsalappa af því og heldur að það sé, sko, hvernig á að stunda kynlíf sem er bara svo ótrúlega brenglað og þú veist, svo einhvern veginn eldist maður og þroskast og maður fyrir að hugsa með sér, það er nú kannski einhver önnur leið og maður fer svona bara, þú veist, einmitt, opna hugan, við erum rosalega, þú veist, opinn þegar kemur að öllu svona, við bara, svona, maður er eins og bara svona, maður vil bara vera eins og svampur, maður bara svona sígur að sér þekkingu og þetta er svona einn að fáu jákvæða hlutunum við samfélagsmiðla, það er til dæmis Instagram, það er rosalega mikið af bara fræðandi, þú veist, svona accountum sem eru bara með alls konar góður ráð, tips og tricks og maður bara einhvern veginn, ef maður er bara svolítið opinn fyrir þessum hlutum og þú veist, þorir að læra og prófa nýja hluti, þá einhvern veginn svona allavega hefur, þú veist, okkar svona kynlífssamband þróast og mjög skemmtilegan máta og er orðið bara svona, þú veist, við erum búin að vera saman í, ég veit ekki, 14-15 ár, gift í 9 ár og þú veist, við hefum aldrei verið ástfangnari og kynlíf hefur aldrei nokkuð tíma verið eins gott, þannig að það að þetta eigi eitthvað að dvína eða vera lakara með, þú veist, aldrinum eða tímanum er bara svo mikla ranghugmyndir. Já, það er það sem ég hefur hugsað svolítið er að samfélagið segir okkur að við séum að ná hámarki í kringum 20 eða milli 20 og 25 í þessu, skiluru, þá er maður bara barn og veit ekki neitt og þú veist, hefur ekki kannski einmitt samskipta hæfileikana, þorgja tjá sig, að það er svo mikil vitleysa að það hefur verið góðu bestu árin okkar frekar þegar maður er orðinn þroskaðri og já, getur tjá sig og tekið á móti. Það er svo gott rauðvin, það er betra með aldrei.
Já, þetta frábært. Að því að mér finnst sko heilsa náttúrulega svo margt. Þú veist, það þarf einhvern veginn, það svo margt sem þarf að vera í jafnvægi. Þú veist, og ef einhver kannski sem bara hugsa rosalega vel andlega heilsuna og líkamlega heilsuna en gleymir kannski alveg fjárhagslega heilsuna eða kynlífinu veist, það skiptir eiginlega máli hvað þú ert að hunsa, þá verður alltaf eitthvað ójafnvægi. Þú veist, þannig að það er svo mikilvægt að ég er glöði komið inn á þetta því að ég held að það er svo mikið tabu fyrir marga að tala kynlíf. Já, algjörlega og þú veist, fólki finnst alveg óþægilegt sumum að við séum opin með þetta og líður bara eins og þetta bara vera algjörlega bara á milli hjónana en okkur finnst þetta bara mikilvægt umræðefni og hefur gefið okkur mikið þannig að af hverju ekki að deila því. Hafið einhvern tíma verið með opið samband? Ég myndi kannski ekki segja, þú veist, við erum eldri eitthvað opinberað að við séum einhverju opnu sambandi eða eitthvað þannig en við höfum alveg oft rætt það og okkur finnst svona alveg hugmyndin, þú veist, mjög sniðug en við einhvern veginn labelum okkur ekkert í svona, kannski, setjum ekkert svona label á hvað við erum eða hvernig við lifum, heldur erum við bara ótrúlega svona opnir einstaklingar og við erum bara í fullkomnu trausti. Já, og það hefur skapa líka áhugaður samtöl og kemur upp með alls konar skuggahliðar, afbrýðsemi og fleira að það er bara ótrúlega gott að hafa einhvern til að spegla sig í því og endur vekja eða ítreka traustið sem og að ástin sé ekki eitthvað takmörkuð. Þú veist, þess að við höfum öll upplifað að eignast fleiri en eitt barn og það bara það tekur ekkert frá hinu barninu að það kemur annað barn og okkar sýnir að það getur alveg átt líka við parasamband að það sé engin takmörk við ástinni. Já, svona við höfum alveg, þú veist, kynnt okkur þetta mjög vel og bara að því okkur finnst allt svona í kringum bara sambönd og þú veist, kynlíf og þess að þetta finnst okkur mjög spennandi og þetta er svona þetta er alveg áhugaverð pæling þetta, þú veist, að eiga bara einn maka og þú bara elskar hann og það er ekkert annað. Þetta er svona, fær mann alveg til að hugsa, þú veist, að þetta er eins og ef að ást væri einhver kaka og ef þú tekur eina sneið af kökunni, þá er bara x mikið eftir að þú getur ekki elskað, þú veist, makaðinn og aðra manneskja á sama tíma en samt sem áður getur þú elskað mömmu og pappa alveg bara 100% og þú elskar öll börnin 100%, þú ert marga vini sem þú elskar en síðan þegar kemur á makanum þá er það bara þessi eini og það er ekkert annað þannig að það finnst eitthvað svona svolítið áhugavert og ég hef alveg einhvern veginn, þú veist, sagt við Guðrúnu ef hún myndi bara hitta einhvern sem hún myndi bara falla gjörsamlega fyrir og myndi langa, þú veist, persúa það að eiga einhvers konar samband við þann einstakling hvort sem það er strákur að stelpa, þá væri það bara ótrúlega fallegt og þá, úst, ég myndi ekki setja neina bremsu fyrir það og það er einhvern veginn svona er ótrúlega bara gott finnst okkur að þú veist lifa eftir því að það er einhvern veginn, það er ekkert bannað það svona tekur burtu líka svona einhverja hræðslu eitthvað, þú veist, eitthvað framhjáhald eða gera eitthvað sem maður má ekki gera eða tala við einhvern sem maður má ekki tala við og þú veist, ég á stelpu vinkonur sem er ekkert vandamál að tala við og Guðrún á stráka vini sem er ekkert mál að tala við og maður er ekkert, þú veist það er ekkert af að ágjöra þessu, þetta er bara við erum í fullkomnu trausti og þá er engin vandamál, þannig séð. Já, líka bara ótrúlega gott að geta tala þessu hluti í staðin fyrir að vera með eitthvað inn í sér sem að þú veist, kannski eitthvað nagamann eða mann langar að deila með einhverjum en getur það ekki að þá bara frekar geta leita til makansmanns sem að þú veist svo mikið fyrir mann þá er ekki kannski á ekki að vera kannski allt fyrir mann en það sá sem maður er bara með dagstaglega og deilir flestu með og okkur langar bara að geta deilt öllu með hvort þau eru. Það er sannlega. En svo hafið þið líka alveg verið að sýna, þú veist, að það er ekkert veikleiki að sína tilfinningar. Það finnst mér líka alveg þegar við verið góða fyrirmyndir í því að það sína alltaf allir bara glansmynd þú veist, en þeir eru svolítið bara að sína allt. Já, við reynum það og við förum alveg í gegnum nánast allan tilfenginu skalan á hverjum degileiku og það er bara gott að geta verið hughrysting eða bara
ekki reynt að peppa endilega upp úr einhverju, heldur bara vera þar og vera í einlægni þar líka eins og í gleðinni. Þannig ég held að það hefði líka mitt bara verið part af því að skapa öruggt rými fyrir hvort annað. Já, algjörlega, og eins og fyrir mig að vera svona kalla mig kannski svolítið svona karlmannlegan eða maskulinn og hef alltaf verið stór og sterkur og elst upp svolítið kannski við það að sterkir strákar ekkert að gráta og þetta alveg svona rosalega imprintað í okkur, ef einhver lítill krakki meiði sig bara, hei, ekki svona, harka þetta af þér og eitthvað svona, allt þetta dæmi að svona þegar maður áttaði sig á því að, og þetta náttúrulega eitthvað sem ég lærði náttúrulega líka bara með því að hitta sálfræðinga og tala svona hluti að allar tilfinningar eiga rétt á sér og það versta sem þú gerir einhvern veginn að bæla það niður, þannig að við verðum rosalega glöð en við verðum líka rosalega leið og við leifum okkur að gráta og erum þó til staðar fyrir hvort annað og svona eitt sem við höfum líka lært í okkar sambandi að stundum bara spyrja einstaklingin bara hvað þarftu frá mér í dag, að því að ég man alveg ofta kannski Guðrún þegar hún var að ströggla eftir höfuðhöggi, henni leið eitthvað illa, ég stekk til og ætlar hann að bjarga öllu og laga allt og gera og græja og þá vantaði hann ekkert endilega að ég myndi koma með einhver ráð, hann vantaði bara mig sem einstakling til að hlusta á og sína samkennd og reyna að skilja, ekki endilega koma með einhver ráð. Þannig að stundum spurjum við bara, hvað viltu frá mér í dag? Á ég að reyna að koma með ráð eða viltu bara að ég hlusti? Og viðurkenni tilfinninga þinnar. Halda utan hvort annað. Það er rosalega gott að geta bara gert það og sagt, og þá náttúrulega þarf maður svolítið að vita líka hvað maður vill, auðvitað veit maður ekkert alltaf hvað maður vill, en allavega það að þegar að tilfinningarna kom upp, þá er allt í lagi að sitja aðeins með þeim og leyfa þeim að vera. Þú þarft ekki að dvelja í þeim lengi, að þú getur átt eitthvað erfitt moment og þú kannski ferða að hágráta og þú ert að ströggla, leyfðu því þá bara gerast og svo bara heldur lífið áfram. Ég hef ofta upplegað bara þegar maður er að gráta og við finnum þetta líka með börnin okkar að þegar við segjum bara þú mátt gráta, þetta er allt í lagi, ég er hjá þér, að þá einhvern veginn svona byggist það upp og svo bara miklu fyrr hættir það og þau bara svona ná að róa sig niður, bara já þetta er allt í lagi, ég má þetta líka, skilur, þannig að það er einhvern veginn og okkur finnst líka gaman að vera fyrirmyndi fyrir börnin okkar í þessu og þau hafa séð okkur gráta og þú veist öskra og labba út og alls konar, þú veist, og svo bara komum við tilbaka og ræðum þetta og sama ef við gerum eitthvað, þú veist, á þeirra hlut, þannig séð þá bara er það þannig og svo bara setjumst við niður og segjum fyrirgefðu, ég brást ekki við eins og maður langaði að bregðast við, maður langar að gera betur næst og þannig að þau læri líka að átök og erfiðar samræður er í lagi. Algjörlega. Þú veist, maður fékk ekki þetta í uppeldun sinni. Þú veist, það var bara allt eftir að börnin voru fyrir að sofa. Þá var þetta tekið upp og aldrei neini svona ágreiningar leystir fyrir framan börnin. Þannig að þetta er, já. Svo eru börnin líka bara oft okkar bestu kennarar, þú veist, eins og með þetta sem Árni var að segja að ég hef alveg upplegað þetta að með mín börn að þú veist, maður er kannski alltaf að reyna að veita einhver ráð en svo segja þau bara, heyrðu, mér langar ekki til ráð, þú veist, þá ámaður kannski bara, ok, í dag ætla ég bara að hlusta, þú veist, þannig að þetta er líka, þú veist, ekki bara makanum, þetta er líka varandi börnin, sko, þannig að þetta er góður punktur, hann komst með. En hvað er svona framundan hjá ykkur? Við reynum nú mikið að lifa bara lífinu í núinu og erum meira svona í skyndi ákvörðunum en Árni er náttúrulega undirbúið sér fyrir vaxtaræktamóti í apríl þannig að það er svolítið svona tímabil framöndan núna. Hvað þarf maður að æfa mikið fyrir svoleiðis? Herru, þetta er sko merkilega lítið með að við hafa verið í CrossFit þegar maður var kannski að æfa 4-5 klukkutíma á dag þannig að komur alveg smá óvart, þetta er alveg, þú ert að pína þig en þetta er kannski klukkutími 5 sinnum í viku, 4 sinnum í viku, þannig að þetta er ekkert brjálað. Þannig að við reynum að fara alltaf að lifta 4 sinnum í viku, þetta er klukkutími í senn. Síðan náttúrulega bara rosalega stór partur af þessu er bara mataræðið, sko.
og það sem ég að fara í núna, þarna að fara að byrja svona, ég ætla að reyna að taka hæga niðurskurð, ég ætla ekki að reyna bara skafa allt af mér bara rétt fyrir mót, þannig að ég ætla að reyna að gera þetta skynsamlega, þannig að maður svona, en þá tekur þetta svolítið tíma, hann langt tímabil það sem maður einmitt bara telekaloríur, vikta allar matið sinni og allt það. Finnst þér það skemmtilegt? Ertu spenntur fyrir þessu eða? Að vikta matið minn? Nei. Nei, klárlega ekki. En þetta býr til ákveðin aga sem að hjálpa manni, vissulega. Já, og þið líður líka betur þegar þú nærða að fylgja því. Já, algjörlega. Það er ekkert gaman þannig séð að preppa matinn sinn og viktan og passa að borða klukkan þetta og gera þetta, en bara eins og með allt annað, ef ég geri þetta, þá líður mér betur. Og ef ég klikka á þessu, þá líður mér verð. Þannig að, jú, það er rosalega einfalt að bara borða það sem þú vilt þegar þú vilt og sumum finnst þetta kannski vera, þú veist, svolítið mikið að vera að vikta allar matinn og allt svoleiðis, en fyrir mig og allavega virkar það þannig að þegar ég næ að halda plani, þá líður mér líkamlega og andlega betur. Þannig að í meira jafnvægi og veit svona meira bara hvað ég er að setja ofan í mig, er ég að setja nóg, er ég að setja lítið, af því að, þú veist, líkaminn er bara þannig að við erum bara með ákveðin svona horfa ofta á þetta bara eins og bensíntank, við erum með bensíntank sem það þarf að fylla á og eins og að þú ferð að fylla í bílinn, þú dælar á bílinn og svo þegar hann er fullur tankurinn þá stoppar byssan og þú tekur hann úr og þú ferð að keyra, en líkamann virkar ekki alveg þannig, þú ert með ákveðin tank og þú getur bara yfirfyllt hann og ef þú bara ert alltaf að yfirfylla hann þá bara bætur á þig fitu og ert alltaf inn komin í yfirþyngd, þannig að það er rosalega mikilvægt að allavega fylgjast með því hvað þú ert að gera, þannig að það að svona telja kaloríur og svona fylgja þessu makrostæmi hefur allavega kent mér svolítið bara svona á mín takmörk, bara hvenær er minn tankur orðinn fullur, af því ég eins og við farið inn og er svolítið allt eða ekkert og já þá til að fara líka all in í bara að borða mikið og þannig að fyrir mig er þetta rosa gott að meðan þetta einhvern veginn er bara þveröfugt fyrir Guðrúnu, hún einhvern veginn bara er svona meira kannski in tune með sínu líkama og fylgir meira bara svona innsæinu og það er líka bara frábært að þú getur gert það, en það er kannski ekki endilega allir. En þannig að svona, já, það sem er framundan allavega hjá mér er náttúrulega þetta mót, það er svona spilar alveg stóra rullu þó svo að lífi gengur áfram og ég er að vinna alla daga, fullan dag bara sem fasteignasali og pappi og allt það er það sem skiptir mestu máli, en þetta spilar alveg klárlega inn í. En hefur eitthvað spáð í markþjálfun? Þú varst einhvern veginn að spyrja mig út í heilsumarkþjálfun? Já, algjörlega, ég hef búin að spá mikið í því og að því að mér finnst ekkert skemmtilega en að vinna með fólki og ég einhvern veginn bara búin að komast að því í gegnum tíðina að mér finnst ekkert skemmtilega heldur en að hjálpa fólki og vinna með fólki og náttúrulega þegar ég var í crossfitinu þá var ég að hjálpa fólki á ákveðin máta, ég var að koma því betur á form og bæði andlegt og líkamlegt form, stundum leið manni bara eins og sálfræðingi. Svo fer ég úr því og fer í fasteignasalan og mörgum fannst það rosa skrítin svona kúvending, en hvað ert að gera sem fasteignasali? Þú ert að hjálpa fólki að selja og kaupa fasteignir, þú ert kannski hjálpa fólki að eignast drauma heimili sitt, þannig að þetta er ekkert smá dæmi. Þannig að það getur verið rosalega gefandi starf þegar allt gengur upp, en það getur líka verið rosalega krefjandi þegar hlutinni klikka. Þetta eru mikla tilfinningar í spilinu, þannig að ég er alltaf hverjum einsta degi að vinna með fólki og mér finnst einmitt markþjálfunin mjög spennandi vettvangur, svona kannski læra meira svona strúktúrin hvernig þú getur aðstoða fólk. En var það kannski þá svona kveikjan að þessum Instagram póstum hjá þér þegar þú ert að deila svona ráðum? Já, algjörlega. Og mér finnst alltaf bara einhvern veginn svona, ég veit ekki, eitthvað virka fyrir mig, af hverju ekki segja frá því og kannski virkar það fyrir einhver aðra. Það allavega, þú tapar ekkert á því. Já, og það er líka bara svolítið tækifæri með til að opna á umræð. Þú veist, ef fólk svarar story eða posti eða eitthvað, þá er það svona invite fyrir Árna og okkur að halda umræðinu uppi og fara dýpra, sem hún finnst náttúrulega ótrúlega skemmtilegt að hann bara dyrkar og dáir að fara á dýptina og það er ekkert mörg kannski sem eru þar, svona alla jafna, en einhvern veginn þegar svona opnast á það að þá fer hann mjög hratt á djúpið með fólki og fólk kann svo vel að meta það að það sé ekki bara þessar innihaldstómu samræður aftur og aftur, heldur að fá að opna á eitthvað nýtt í sjálfu sér. Þannig ég held að markþjálfunin eftir að gæti átt mjög vel við Árna. Já, getur verið mjög spennandi. Mér finnst nefnilega sko, ef eitthvað stuðar mann, þú veist, sama hvað það er, maður sér eitthvað eða heyrir eitthvað og það stuðar mig, þá hugsa ég alltaf, af hverju stuðar það mig?
veist, hvað, og stundum þetta fordómar, stundum og mér finnst, ég held að við höfum öll ótrúlega gott að því að spá í af hverju eitthvað stuðar okkur og mér finnst þið komið svo langt í þessu þú veist, þið eru kannski svolítið að stuða fólk, veist, þið hefur örgulega heyrt það en þá kannski bara þarf fólk að líti í einn barm, af hverju þetta stuða mig, þú veist, hvað það? Já, við erum einhvern veginn svona algjörlega komin yfir en að þröskuld að vera að taka eitthvað inn á okkur eða verða móðguð eða líta á þetta sem eitthvað áreiti það bara öll með hvítt blað fyrir okkur sko. Já, þetta líka svona þetta með að eitthvað stöði sig þetta svona það sem ég búin að læra og hef lært núna í minni svona andlegri vegferð og sérstaklega gegnum áfallastreituröskunina að það eru það sem þeir kallast triggerar, þú veist, hvað það sem triggerar þig og þegar maður einhvern veginn allavega þegar ég bara fattaði þetta konsept að einhver ákveðin hlutur, eitthvað sem einhver segir eða gerir, að það triggerar einhverjar tilfinningar inn í mér og ég verð kannski rosalega hræddur eða reiður eða óöruggur og áður fyrr þá vissi ég ekkert hvernig ég átti að vinna út úr því, það bara gerðist og ég vissi ekkert af hverju, en núna í dag ég komin á þann stað að ég get stoppað og hugsaði mitt bara, af hverju þetta triggera mig, hvað það við þetta moment sem að þessi einstaklingur sagði eða kannski barnið mitt gerði, af hverju triggerar þessa tilfinningar hjá mér og hvernig get ég unnið út úr því og það rosalega svona valdeflandi þegar þú ert komin á þann stað að geta spottað þessa hluti og nánast unnið úr þeim bara á nokkur sekundum, skilur ég man alveg eftir því, þú veist maður er búin að vera núna pappi í 11 ár og ég man alveg eftir því að krakkarnir kannski Halldór Mári gerði eitthvað eða kannski Arnaldur gerði eitthvað og ég var alveg trilltur, ég höndlaði þetta ekki og svo bara áttaði mig á því að þetta var kannski eitthvað svona hlutur sem mér var bannað að gera í æsku og þá fylltist ég einhvern veginn svona á ákveðnum svona tilfinningu sem kom upp sem urðu til þess að ég brást við á ákveðin máta í staðan fyrir bara að aðeins að slaka á og hugsa með sér, það sullaðist hérna niður heilt glasa mjólk eða eitthvað, veganmjólk. Það gerist ekki neitt, við bara þrýjum þetta upp og bara lífið heldur áfram, skilur. Þetta svona, geta verið smávægileg hlutir en geta líka náttúrulega verið bara stóri hlutir eins og þú veist, eitthvað sem að triggera áfallastreituröskunin hjá mér, þú veist, eitthvað með Halldóri Maríu eða eitthvað þannig. En svona að átta sig á þessum triggerum og þessu náttúrulega áföllum eða tráma var allavega algjör svona game changer fyrir mig. Já, og geta akkurat nefnda í momentinu og sagt bara uppátt, herðu, vá, ég finna ég að triggerast, bara þú veist, getur þú aðeins tekið yfir, ég ætla aðeins að kúpla mig út eða þú veist, eitthvað svona og það gerir líka bara foreldravinnuna og sambandsvinnuna og allt svoleiðis auðveldara að það sé ekki bara eitthvað rokið út eða að það fær maður svona meiri skilning á hvað í gangi, þú veist, hinum einn. Líka bara því að það svo margir að flýja tilfinningar sínar, þú veist, fariræktina eða hvað sem það sem við gerum. Þú veist, það oft einhver flóttu, við áttum okkur ekki endilega á því að það sé flótti. Já, og svo lærir maður bara, einmitt, þegar maður leyfir sér að upplifa allar tilfinningarnar að hvað gleðin góð og sorgin líka góð og það líka gott að vera reið að þetta gefur manni allt eitthvað og þegar maður sér það þá auðveldar að leyfa sér að fara inn í allar þessar tilfinningar. Ertu byrjuð að vinna eitthvað sem nuttari? Já, ég alveg með nokkra svona fastakuna og svo auðlýs alltaf hér og þar á Instagram þegar það opnar hjá mér. Ég var nú bara forutnast að því hvað framöndan, Já, ég kannski með svona yfirleitt kannski 2 nutt á dag eitthvað svoleiðis. Og sánisessin kannski, ég með 2 viku cirka, 2-3 en já, lífið bara framöndan, það alltaf eitthvað nýtt að gerast hjá okkur, foreldrar okkar skilja ekkert í okkur hvað við erum hvatvís og og alltaf til ég að prófa eitthvað og þau myndi helst vilja að við værum aðeins rólegri. Hvað finnst þeim þú veist, eins og þetta allt sem þið setja á Instagram og svona? Það bara erfitt held ég. Já, allavega svona kannski til að byrja með, en ég held að svona okkar nær fjölskylda og svona nánustu vinir kannski svolítið búin að svona átta sig á því að bara svona eru við, skilur og
og elska okkur eins og við erum, ég ætla að vona það. Já. Og við erum öðruvísi, við gerum hlutin öðruvísi, en við erum bara, að ég held allavega mjög gott fólk. Og Ég held að finnst svolítið erfitt þegar þau fá einhver svona spurningur út í bæ, bara, eru þið bara að verða eitthvað klikkuð? Þannig að, já. En það þarf oft fólk til að fara út fyrir kassan til þess að kassin stækki. Já, við vonum það. Við erum mörg föst í einhverjum kassa og hrætt við að stíga út fyrir hann, veist. Og það breytist aldrei neitt ef enginn breytir neinu. Nei, einmitt. Þannig að mér finnst mjög gaman að fylgjast með ykkur, sko. Ég veit ekki það alveg. Já, takk. Já, en ég er alveg hreinskilin og ég var fyrst bara eitthvað, what? Skiljiði, örugglega eins og flesti eru. En þið fáið semst greinilega líka alveg spurningar. Já. Ekki bara allir að pískra út í hóttin eitthvað. Nei, en það samt svona nærvinir sem koma og ringja og bara, herðu, við vorum að frétta þetta, það rétt? Bara til að verifya from the source. Já, en það alveg gott að, já, ég meina við viljum náttúrulega miklu frekar fólk komi bara til okkar beint heldur en að vera eitthvað að tala okkur eða eitthvað fyrir aftan okkur, en þú veist, við skiljum það alveg líka og það alltaf læg. Við bara einhvern veginn, þú veist, okkur finnst svona normið, svona innan gæsalappa, eins og það okkur finnst það svo ótrúlega leiðilegt. Við bara eigum svo erfitt með það og stundum bara verðum við einhvern veginn að gera hlutina öðruvísi. Og ég veit ekki af hverju við erum þannig að hvaðan það kemur eða hver ástæðan við bara förum bara okkar leiðir og við spyrjum hvorki kóngni prest og við erum aldrei að særa neitt nema kannski stundu blíðunarkennd fólks, en þá mitt þarf að svolítið bara lítið í eigin barm. Hvað vandamálið? Þannig að við erum bara, gerum það sem við gerum bara af því okkur finnst það gaman og við gerum það í fullri ást, sko. En ég heyrði mitt og sagði þér áðan, Guðrún, að fólk var að spyrja af hverju þurfti að vera að deila þessu. Það má vera alls konar, en af hverju hefur þið þá svarað við því? Já, bara til að sýna raunveruleikann, sko. Og einmitt þess að sagðir, það er alltaf bara þessi glansmynd sem sett upp og við bara getum það ekki. Við þólum það ekki að fólk sé einhverstaðar út í horni með allt sitt og okkur finnst bara fallegt og einlægt að geta deilt öllu. Eða þú veist, kannski ekki öllu. Nei, það ekki öllu. En líka bara einmitt, ef þú deilir einhverju og það særir blíðunarkennd 10 manns, þá mér alveg slett sama. En ef það hjálpar einhverjum einum eða 2, þá það geggjað. Og það vegur svo miklu, miklu meira í okkar huga, heldur en eitthvað annað. Þannig að við erum kannski fyrst og fremst að deila kannski okkar lífi bara til þess að sýna að það allt í lagi að vera öðruvísi, það má vera öðruvísi, við erum alls konar, við lítum alls konar út, við hugsum alls konar og þetta svona eins og ég sagði áðan, norm innan gæsalappa bara algjörð kjaftaði og það að reyna að setja alla einhvern veginn undir sama hatt og að allir þurfa að læra það sama, gera það sama, hegða sér eins og þessi hjarðhegðun við bara, já, svo ógeðslega erfitt með það að við viljum bara vera öðruvísi og svona inn í enda, okkur finnst þetta bara gaman, okkur finnst bara gaman að deila. Já, þetta er engin kvöð, við erum ekki að skipuleggja posta eða fylgjast með likes og shares og eitthvað, þetta kemur bara beint frá hjartanu og ég held að þá bara þjónar það sínum tilgangi fyrir þau sem að taka á móti. Þetta ekki bara aðeinslega lokaorð? Jú, ég held að. Bara takk fyrir að koma og deila. Þeir eru örugglega búin að svara spurningum margra sem hafa verið að spá í hvað í gangi. Já, alltaf gaman að tala lífið. Já, bara takk fyrir að vera einlæg, takk fyrir að vera þið. Já, takk fyrir að bjóða okkur og bara ef einhver hlustar á þetta og vill vita meira með einhverja spurningar þá bara dundriði skilabóðum á Guðrúnu. Já, við finnum okkur helst á Instagram. Já. Æðislega, takk í dag. Takk. Mér langar að lokum að hvetja ykkur sem á Instagram að henda í eitt follow á Heilsuerla. Einnig býð ég upp á heilsumarkþjálfun annað hvern miðvikudag í sjúkraþjálfun í sporthúsinu. Þannig að ef að þið langar
að bæta heilsuna, veist ekki alveg hvað átt að byrja, þá frábært að bóka tíma hjá mér í heilsumarkþjálfun og ég hjálpa þér af stað í þitt heilsuferðalag. Hlakka til að sjá þig.